og reynum að halda okkar striki og ég held að þátturinn í kvöld geti glatt marga, gestirnir góðir og tónlistin ekki á lakari endanum, en við byrjum á góðum gesti, manni sem hefur staðið fyrir mörgum af skemmtilegustu skemmtiatriðum Íslendinga. Ég býð velkominn Gísla Rúnar Jónsson. Blessaður og sæll. Og Gísli Rúnar í jakka frá. Blessaður. Gaman að fá þig þáttinn. Og það sættir. Já, þú veist ekki það. Herðu, hérna, já, þetta var glæsileg innkoma. Ertu vanur tískusýningar? Já. Ef ég aldrei komið fram opinberlega, ég gerir þetta mikið heima hjá mér. Já. Herðu, hérna... Ég var til dæmis núna var ég að sýna nærföt. Ég er bara með þau í vasanum. Herðu, hérna, ég hef aldrei almennilega vitað, sko, hvernig maður þú ert, vegna þess að það fara aður alveg tvennar sögur. Annars vegar að þú sért þessi æringi og með stöðu fíblalæti sem að dettir niður á frábæra hluti eins og heilsubælið, fasta liði eins og venjulega, úlend doff, kaffibrósakallana, öll áramótasköpin og allt þetta. Hins vegar að þú sért óþolandi nákvæmur, brjálæðislega duglegur og vinnusamur rithöfundur bara hreinlega. Og þessar persónur virðast ekki alveg fara saman. Hvort er betra að ég sé svona eða svona? Má ég Já, máttu vera svona. Já, sko, það er hérna... Svona, það er nú eins og hérna að fólki finnist sko þetta ekki tvennt geta farið saman, sko. Nei, einmitt. Að vera annars vegar alvarlegur hérna í því sem er að gera og hins vegar að vera einhver æringi svona út af við. Einmitt, þú til dæmis ert ekkert mjög svona rithöfundarlegur í þessu upphafi þessa viðtals. Nei, ég er að reyna að vera svo heimi hjá mér, mér var sagt það. En mjög óþægilegt ef ég er mikið svona niðri. Nei, þetta slepp alveg. Að sko, það er mjög eðlilegt, sko, fólk heldur að þetta tvennt geti ekki farið saman. Og það er mjög eðlilegt að fólk dragi það ályktun að sá sem er alltaf að fást við grín sé, sko, já, hann geti í rauninni ekki verið alvarlegur, sko. Ég tel mig vera frekar alvarlega mann. Já. Svona öllu jöfnu, já. Ég bara fer rosalega vel með það og fínt. Og sko, það er mjög eðlilegt. Fólk heldur ofta dregur það ályktun að til dæmis skáldið sem er að skrifa alvarlegt leikrit eða alvarlega skáldsögu svona, er að brjóta lífsskátuna til mergjar. Að hann hljóti að krefast miklu meiri vitsmuna á honum að skrifa þannig verk heldur en til dæmis skáldið sem skrifar gamanleikin eða gamanbækurnar, skilurðu, á sama hátt og það er álitið kannski að leikarinn sem er alltaf að leika Rómeó og Óþelló, hann gangi miklu meiri alvöru til sínar vinnu heldur til með sá sem er alltaf að koma fólki til að hlæja. Já, sem bara gáfaðri. Já, bara gáfaðri hérna með hærri greindarvísitölu, sko. Og það er mjög eðlilegur ályktunardráttur, sko, ef maður talar drátt í því sambandi. Og en svo er þetta náttúrulega, eins og ég segi, allra handa og ég vildi til dæmis ofta óska þess að í sambandi við leiklistina að fólk geti verið flug á vegg og séð til dæmis á æfingu á það sem verið er að leggja á ráðinn, til dæmis bara hjá spaukstofunni eða það sem ég er að æfingu gamanleika eða einhver annar, það sem verið að leggja á ráðinu það hvernig ég að koma fólki til að hlæja. Það sjást varla eins graf alvarlega bollarleikingar eins og þegar verið er að ákveða hvað sé fyndið og hvað ekki fyndið vegna þess að það er yfirleitt mjög mikið álitamál hvað sé fyndið og hvað ekki fyndið, skilji. Þú ert svona dálítill utangarðsmaður í íslensku leikhúsi. Þú ferðið í leiklistarskólann, ert nú rekinn þaðan og ert þá að gera kaffibrósakallana og ert svona í ýmsu. Já. En hefur fengið hins vegar mjög góða dóma sem alvarlegu leikari, en lítið einhvern veginn gefið þig að því og virðist kunna vel við þig svona sem utangarðsmaður í leikhúsinu. Það er ekkert að marka dóma. Líka ekki að vinna í leikhúsinu? Finnst þér leikarar ekki skemmtilegt fólk? Sko, ég meina, jú og nei, skilur. Ég er búinn að vera, sko, ég er ógulega gaman að skoða þetta starf og hef skoðað það frá alveg ótal mörgum hliðum. Ég er búinn að vera í þessu 16 ár, skilur minna, ég er búinn að vera í þessu frá því ég var, 16 ára gamall, sko, og 7-8 ár, já. Ég heldur bara 10 ára leikamæli mitt eftir nokkur ár. Og ég hef gaman að skoða þetta á mögulegum hliðum og að reyna að skoða hvort ekki megi þróa í þessu starfi ákveðið handverk. Svona ákveðna, þannig að megi ganga þessu starfi sem ákveðnu fæi, vegna þess að ég veit í rauninni ekki hvað þetta er. Er þetta fag? Og það er ekki allir mér sammála þetta, þannig að ég hef svona oft skoðað þetta starf frá hinum ýmsu hliðum og hvernig megi þróa handverki á meðan, sko, að þú getur tæpast fundið 3 leikara
sem að lýsa starfi sínu nákvæmlega eins eða nálga starf sitt á nákvæmlega sama hátt. Á meðan þú getur fundið 200 tannlækna sem ganga svona 99% með svipuðum hætti sínu starfi, 600 smiði og svo framvegis. Leikararnir eru, og þetta bæði kostur og galli. Það kostur vegna þess að það svona gefur svona aðeins meira rými og það verður kannski örlítið meiri sköpunarmáttur, en það líka hérna dregur oft dálítið úr að það skuli ekki verið að ganga þessu sem ákveðnu fæi, skilur sko. Og þetta náttúrulega stór undarlegt fag, sko, því að þetta leikari þarf að vera alveg rosalega sjálfhverfur til þess að geta stunda þetta fag. Og hann þarf á bakvið þá löngun að vilja standa fyrir framann 500 manns, 67 sinnum í viku allan ársins hring, þurfa að liggja gífurlega sterkir og magnaðir og fortakslausir eiginleikar sem ekkert alltaf endilega og mjög geðfelldir sko, fyrir minn smekk, en enga síður í flestum tilfellum lífsnauðsynlegir fyrir leikarana til þess að hann haldi velli. Og þó þetta ekki nærri eins og ógeðfelldir eiginleikar og til stjórnmálamenn þurfa að hafa og það fátt reitt talið sko. Og Hvaða eiginleikar eru þetta? Já, sko, það margir lýst í. Donald Woolfit sem var rómaður Shakespeare-leikari miðja síðustu öld á Bretlandi, hann lýst í þannig að það væri alveg afdráttarlaus metnaður, skilyrðislaus hæfni til afbrýðisemi og náttúra til þess að láta sig engu varða nokkuð skapaðan hlut utan sviðsem og sviði, annað en það sem varðar mann sjálfan. Þannig að ég dæmi nú hver fyrir sig, en þetta allt saman ágætis fólk. Já, hvað mikil ósköp. Það sem maður sagði. Og konan líka. Já, konan. Við skulum líta á brot af því sem þú hefur gert hér í sjónvarpinu og annar staðar, og það að mörgu að taka og við svona stiklum og stóru af ferlinum. Kíkjum á þetta. Já, þetta í gullfiskabúðinni? Já, heyrðu, en ég páfagauk sem getur talað. Já, gæti ég fengið að tala við hann? Ég tel að konur séu svona almennt að uppgöta að þær eru fyrst og fremst konur í þessa mundi. Þetta ný aðferð við að bera fram sín mál, bera fram. Og í kvöld ég vinur sér hvers vinnandi manns, eins og skýrið á morgun, kjara stjerðingin hans. Það var þannig að ég var að heimsækja nágranninn minn á Borgarspítalann og ég bara í tilfinning ég bara tekið hún á svæður og skóra hún upp og bara tekið hann við bæði austum. Það var bara svoleiðis. Ég sjá. Þið bara gerði ekki það sem var satt að gera. Þjóðarsálin, burtu með þetta helvíti! Nú, þá komið að aðalatriðinu. Nei, þú fannst sko ekki það! Skall ekki af! Hví skildum við ekki njóta undan þá eins og til dæmis symfónían? Það leikur enginn eftir mér. Nei, þetta séu, það ekki til það. Jæja. Nei, ekki raskat. Jú, víst. Margir rendust eins og rjúpan við að rymja hreinan tón. Ég full á móti og ég ekki sér. Þú ekki tjekkar í tjekkastóðum? Er það nokkuð falsaði? Hörðu, og þetta smíðar þú allt saman sjálfur? Allt saman sjálfur, já. Já, en hverjir eru þetta þá? Þetta eru smiðirnir. Já, smíðar þetta þá kannski ekki sjálfur? Nei, ég gerði það ekki. Nei, varstu þá kannski ekki að segja það satt? Nei, það er ekki fallegt. Ég enn einu sinni kominn hingað og mun... Það mörgu að taka þarna. Já. Þú hefur komið víða við. Já. Við vorum að tala um leikhúsið áður en við sáum þessi skemmtilegu brot hérna. Ég er að fallast eftir þess að ég hef heyrt þig vera að lýsa leikhúsinu dálítið og þetta er svona, þegar við fundist að menn séu svolítið lokaðir inn í sínum litla heimi þarna og áttið þess ekki. An actor is a guy who if you ain't talking about him ain't listening. Þetta sagði Marlon Brando. Leikari er svona náðingi sem að hlustar ekki eða úrt ekki að tala um það. Hvað sér þú? Hvað varst að segja? Nei, já, ég er að tala fyrir þennan heimi, akkurat þetta, hvort að hérna... Jú, sko, lokað, jú, þetta er náttúrulega, sko, hann er það lokaðar að það á sér, sko, náttúrulega eins og oft í, sko, svona, það er til fagmálískur og menn þekkja þá ínum ýmsu
greinum. Það er mjög undarleg fagmállýska sem að gengur í leikhúsinu og raunar gengur hérna í sjónvarpinu líka og hún er svona skátengd, sko. Ég man ekki þegar ég kom hingað upp í sjónvarpið, svo vorum að gera kaffirúsakallana, að þá gengur hér alls konar orð og alls konar slangur og orðskrýpi sem maður aldrei heyrt og var fljótur að tileinka sér. Ég man alltaf eftir einu, það var að tala um hóruna hérna. Og hvaða hóra skildi þetta nú vera og hérna þá kom í ljós að þetta var sko baktjaldið hérna í bakgrunnin á stúdíónu sem er kallað eftir ensku Hórisson og hérna stytt í hóra og er sjónvarpsfólki hérna mjög mundamt og það er til agaleg saga um það söngkonu sem söng hér einu sinni fyrir framan hóruna og það var verið að taka upp hérna og það vissu þeir ekki hérna tæknimennir og upptökustjórinn að viðstaddur var eiginmaður hérna söngkonunar sem var að syngja hérna einsönglu og hann mátti sitja undir alls konar vangaveltum tæknimannum það hvort að hóran væri nógu strekkt, hvort hún væri of krumpuð, hvort það væri skuggar á henni eða hvort það væri yfir höfuð bara vert að hafa hana þarna, hóruna. Og hann sem svona talaði listamennina hérna í sjónvarpinu. Þannig hættir, Já, en hérna talaðu um sjónvarpið, því að þú hefur nú hérna dálítið mikil tengsl. Þú til dæmis, með því fyrsta sem þú gerðir í sjónvarpi var þegar að þú, þá heyrðist bara röddin á þér, þú lást undir borði og sem sagt sást ekki. Ég lá oft undir borði á þessum árum. Íðurlega á stólum. En varðst landsfrægur og það var þegar þú varst með hennan mann hérna, við tek hann hérna upp úr þessu. Þannig hér? Nei, komdu blessaður. Já, blessaður. Er þetta ekki endurfundir þið hef ekki sést síðan hvenær, hvað? Síðan 75? Ég hef ekki séð þennan mann síðan... Má ég fá hann? Klappa á honum. Blessa, kannar. Og leið okkur aðeins að heyra, ljáð honum rödd. Já, sko, ég hef ekki séð þennan mann síðan ég var að leika hann hér fyrir, mjög mörgum árum. Já, fyrir að vera 30 árum. Nei, það er ekki svo langt síðan. Manstu eftir þessu? Já, ég var lítill patti að horfa á þetta þegar... Varstu lítill patti? Já. Þú ert að halda þig fram á sér miklu yngri en ég. Ég var líka lítill patti í leik hennan Palla. Já, ekki. Hvernig heldur ég hef komist inn í dúkkuna? Ég var 5 ára gamall. Hérna... Leið okkur aðeins að heyra, datta var höndin. En þú varst fengið til þess að leika ljá honum rödd. Þetta er náttúrulega Gunnar Baldursson sem gerir þessa... Gunnar Bald gerir þetta og þetta var alveg rosalega þakklátt að fá þetta hlutverk vegna þess að ég hefði mikið skoðað hérna Sesame Street í Kannasjónvarpinu og hérna þar voru svona dúkkur og Gunni náttúrulega fær innblástur frá Jim Henson þegar hann gerir þessa dúkku og hérna, og þá var maður mikið að pæli, ég hef ekki snerta þannig að maður náttúrulega alveg eins og abaköttur í þetta. Já, leiðum við samt að heyra. Já, hvað segir ykkur, eða Gísli eða hvað heitir? Sko, hann hefur einhvern veginn... Ekkert var ég svo þætti það. Það var eitthvað svona. Herðu, þú tókst þetta, þessi síðan enda þetta allt saman í tómum leiðindum, þú hefur sagt frá því, þú hættir að vilja vera með Palla og einhver annar tók við honum. Já. En þú gafst út plötu sem var svolítið rifin út, algjör sveppur. Já. En svo gafst út aðra plötu líka. Nei! Við ætlum að sjá brot af henni. Manstu getur þess að þetta var lög úr stríðinu. Stríðslögin. Þú gafst út á svipuðum tíma. Man ekki eftir því. Ok. En ég held að hér ættum að fá að sjá brot úr því. Þetta er frábært. En þetta var svo stutt brot. Ertu fáanlegur til þess að taka lagið hérna núna? Bara aðeins að leiða okkur að heyra smá bút? Jú. Nei. Mundirðu trúið því að meðan þetta verið loftinu og allan tíman þá var búið að koma sér fyrir þarna lítið hljómsveit á sviðinu sem er búin að telja í? Hvað, telji þetta lag? Telji þetta lag? Ertu frá þér? Veistu hvernig þetta var tekið við ditt og gerðum þetta í stúdíói hjá Savari Gess 2 dögum áður en Elvis dó 1977 og svo mæmuðu þetta í áramótaskaupinu í desember hérna 77, 2 dögum eftir að Björgvin sonur minn fæddist. Já. Þannig að ég En myndirðu trúa því að við myndum segja að Dittu væri komin líka? Dittu er komin þetta líka. Hér er gómurinn sem þú varst með hérna í þessu atriði. Taktu þetta nú og taktu lagið. Vertu ekki að þessu. Hljómsveitin er að byrja. Getum við ekki byrjað að upptöka þessu aftur? Gjörðu svo vel. Gísli Rúnar og Dittu. Hæ þú.
hæ, þú, hæ, þú. Hæ, 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 þú, hæ, þú. Æ, þú ert hér og ég hjá þér, við erum hér. Þú ert hér og ég hjá þér í október. Hér ég og þú hjá mér í október. Þú ert hér og ég hérna rétt hjá þér. Hæ, 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 þú, hæ, þú. Þú ert örugglega þú. Hæ, 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 þú, hæ, þú. Bye, bye. Hæ, 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 það er þú. Hæ, 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 það er þú. Hæ, 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 það er þú. Það var alveg frábært. Takk fyrir þetta, Diddu. Takk fyrir þetta. Kóta með góminn. Já, skilaði þessu í gómasafnið. Já. Þú getur notað þetta. Ég með þetta til vara, sko. Þetta ekki búinn í mat alveg þetta? Þetta er ekki ekta hérna, heldur það? Nei, þetta ekki hug. Fólk er ekki með svona fallega tennur svona almennt, þetta er allt gerfi. Herðu, þetta þú varst gert með þetta? Það segi ég nú ekki. Jú, þetta var flott. Herðu, við ætlum að bæta í hópinn. Næsti gestur er fyrir löngu búinn að vinna sig í hug og hjörtu þjóðarinnar. Hún gerði það fyrir nokkrum áratugum og hefur átt þar fastan sess æ síðar. Við nafnandir tökum fagnandi á móti Guðrúnu Ásmundsdóttur. Vondu, bless og sæl, gaman að sjá þig. Velkomin í þáttinn. Þennan mann þekkir þú? Heldur betur. Gaman að sjá þig. Hafið þið ekki unnið undir leikstjórn hvors annars og þvers og kruss og leikið saman og í sundur og allt saman? Já. Er það ekki rétt um mig? Jú, heldur betur. Já, heldur betur. Já, já. Herði Guðrún, ég datt alveg ofan í bók sem þú gafst út sjálfa þig núna fyrir nokkrum árum og ég var undirbúinn fyrir þetta viðtal og svona og las bara bókina spjaldana á milli. Það var eitt sem var rosalega skemmtilegt að lesa þar og áhugavert. Það var þegar þú varst að segja frá því þegar þú varst lítil stelpa. Já. Að því þú áttir svo fullorðinn föður. Jú. Og þú segir frá því á mjög skemmtilegan hátt að þú dauðskammaðist því fyrir aumingja kallinn. Sko, ég skammaðist mig svona fyrir ýmislegt. Já. Hann var alveg yndislegur pabbi. Já, já. En hann gerði eitt sem var dálítið erfitt mál. Já. Að hann lagði sig alltaf eftir mat. Já. Og mér fannst þetta hallarislegasta af öllu að eiga pappa sem lagði sig eftir matinn og það fór eiginlega allt energi mitt í að leyna þessum hrylling sem gerðist á Laugavegur 2 alltaf eftir hádegismatinn og að leyna því fyrir krökkunum að þið kæmist ekki að þessu. En ég meina auðmikið pappi, hann fékk sér sinn lúr hvernig sem dóttirinn lét og reynda, já. Einmitt. En hins vegar hefði ég ekki viljað skipta á neinum pappa. Nei, auðvitað ekki. Og að eiga pappa á eftirlaunum sem hafði tíma til að hlusta á þrasið í manni og maður gat svona skriðið upp í fangið á honum og hann var í svona jakka, eins og Gísli. Svo lagði maður handleggina svona, hérna, sitt hvorum megin og svo eyrað að hjartan á honum. Svona gáttu við setið bara tímunum saman og það var ekkert, jæja vina, ég verð að flýta mér, jæja, nú er komið, ekkert svona. Sérstaklega þegar við vorum að sættast. Því ég hefði verið að reyna að fá hann til að gifta sig aftur eða eitthvað svona, því mamma var dáin. Já, eitthvað sem var eins og hinar stelpunnar. Já, og ef við sættumst eftir svoleiðis, þá það var svo indælt. Já. Eldri sonur minn, hann sagði, ef hann spurði hvað gerir pabbi, hann sagði alltaf, hann er í megrun. Ég var alltaf í megrun. Þetta er ekki að sverða. Herðan Guðrún, eins og ég sagði, það eru býsna mörg ár síðan að þú vannst inn í hug og hjörtu þjóðarinnar og átt ennþá þar þinn fasta sess. En það er þú hefur sagt frá fyrsta dóminu sem þú fékkst þegar þú steikst á sviði í Iðnó. Já, það var svolítið sorglegt. Sérstaklega því að ég á bróður sem fannst þetta svo fyndinn leikdómur að hann bara sett hann upp á vegg, svona límd hann upp á vegg. Manst hann? Það elskan mín. Dómurinn var þannig, sko, ég lék vinnukonu í leikriti sem heitir Þegar nóttin kemur. Gísli Halldórsson lék þar aðalhlutverkið, en ég var vinnukona sem var svo löt og heimsk og leiðinleg að það var sagt hana að hún myndi fyrr skera sér nefið heldur en að finna lyktina úr ruslafötunum. Já, ok. Og fara með hann. Og svo komu dómarnir og þeir voru afskaplega jákvæðir. Ólafur Jónsson sagði ég hefði leikið Dóru vinnukonu alveg prýðilega. Það var eins og heimskan og einfeldnin væri inn í blóð boðið.
Það ekki hægt að fá það betra. Nei, ég veit það ekki. Ég veit að ég var ekki voðalega hrifin. Nei, þetta svolítið skrítinn dómur svona. Það var svona, já. Hérna, þú ert alltaf að snúa þér meira og meira að ritstörfum finnst manni. Þú ert búin að gefa út bók og hefur skrifað heilmikið fyrir börn, leikrit og bækur. Og varst náttúrulega langt á undan þinni samtíð með, hvað þú kallaði bara einheltisumræðu. Með mér alveg saman þó vera að hlæja mér. Já, það var ævintýri líka. Já, sem þú farum allt land og komið út af bók og hvaðina. Já, það sú bók einhelti. Og það var ægilega gaman þegar við vorum að leika þetta í öllum skólum. Ég held að það verið fyrsti leikhópurinn sem fór í skólana. Þegar skólastjórarnir voru að kynna, nú verður leikið leikrit eftir Guðrún Ásmundsdóttur. Mér er alveg sama þó einhver sé að hlæja mér. Þetta stokk, leikurinn alltaf mest gaman. Sjá hvernig klúðruðu þessu út úr þessu. En sem sagt, það var mikið ævintýri. Og þú ert ennþá að skrifa það ekki? Þú ert að skrifa núna nýtt verk? Jú, ég er búin að skrifa og ég er búin að vera 8 ár að skrifa þetta verk. Og þetta er auðvitað, sem sagt, ég veit það ekki tími fyrir að segja frá þessari manneskju. Ég er búin að skrifa leikrit Ólafíu Jóhannsdóttur. Fædd 1863, dáin 1924 og hún var svo stórkostleg að, sem sagt, það er ekki tíma til að tala um það. Nei. En þú ætlar að setja það fyrir Mosfellskirkju. En ég er búin að vera 8 ár í rannsóknum með þessa og hún er alltaf komið meira og meira óvart, þessum merkilega kona. Og nú skal ég segja þér eitt Gísli minn. Sigríður Dúna er búin að koma Björgu Þorláksson inn á kortið. Nú veit allir hver þessi fyrsta kona sem var doktor á Íslandi, sko, var. Næst er það Ólafía Jóhannsdóttir. Það er komin tími til að hún komist inn á kortið. Og það verður frumsýning 17. maí, næst komandi. Og þetta er dálítið basl. Og af því að þessi maður sem situr hérna í hliðina á mig, hann hefur löngum verið miklu uppáhaldi hjá mér og ég er ekki að snöra Gísli þó við séum hérna bæði. En og ég meina að því mér finnst þú svona ágætur leikari, ekki síst í svona dálítið dramatískum. Með að lána þig penning? Nei, býttu bara, þetta er allt að koma. Ég hef laun fyrir 4 leikara og frumsýningin verður í Mosfellskirkju 17. maí. Mér vantar leikara, en ég hef enga pening alltaf að borga. Og ég ætla aðeins að nefna það við Gísli að bjóða þér hlutverk. Hann getur meira að segja farið svo að þú fáir að leika Einar Benediktsson. Af því að hann var nú einu sinni ástin í lífi Ólafíu. En ég slæði sig hérna fram, kona þín, hún Edda Björgvins, hún á að leika Ólafíu. Ég meina halkilega, ég er búin að fá laun fyrir hana. En nú býð ég þér. Eigum við að leyfa Gíslaðu með hugsa það? Ég gef þér svona 2 mínútur. Þá með svo að líta á virtuós framistöðu hjá þér í 2 stykkjum. Það var svo gott, ég hélt ég yrði ekki eldri. Í einu var ég skjálfandi og heit. Hann mig reif í bóli, þá hríðskall ég, en samt var ég svo heit. Ég vil hafa hann kall með svolítið Finnst þér ekki nóg gott? Er þú það með þá? Varstu ekki búin að kveðja? Já, ekki gröfn út að fá hennu viskiglösu. Ég er bara að hugsa magan í þér. Passa þú þinn maga. Ég passa minn. Hörðu, er leigubíllinn ekki kominn? Jú. Það er blessaður, gaman að kynnast þér. Jæja, skunar, skál, Þórgunnur, einkadóttir mín. Hvað er að gera í þessum pels? Hér er ljóst, Indriði. Hvílík ábyrgð hvílir á þínum herðum. Ábyrgð? Já, heyið þú. Blóð í ægum orgar blóð er aftan sólar glóð. Þetta er frábært. En þetta atriði þarna þar sem að þú frekar djarft klædd svona með þann tíma úr Þjófur líka fala konur. Minnst ekki á það. Þetta var alveg hræðilega dónalegu texti eins og við höfum nú heyrt þarna, söngur mellunar. Og þetta er svona búið að fylgja mér dálítið í gegnum 40 ára leikfyrir. Þessi mellusöngur, af því að hann var nú tekin upp hérna í sjónvarpinu.
Og ég minnist þess að nokkrum árum eftir þetta var tekið upp í sjónvarpinu, þá var ég á afskaplega svona í virðulegum þætti, svona eins og við erum núna, svona að reyna að njóta okkar. Og þessi þáttur var kristindóm. Og ég satt þarna sem leikmaður, trúaður leikmaður með prestum og svona, gáfuðu fólki og við vorum að ræða trúna. Og þá sagt að við skulum sýna hér brot úr leikferli Guðrúnar Árnadóttur. Kemur ekki mella og Dari og Fó. Og ég sem átti svona að segja eitthvað gáfulegt og trúalegt. Það var ekkert auðvelt, ekki eftir að mellan hafi birst. En svo var það annað með þessa mellu. Að svona 3 árum eftir við vorum búin að leika þetta hjá Leikfélagi Reykjavíkur og búið að gera mikla lukku, þá fóru öll leikfélag út á landi að leika Þjóðarlík og Falla konur. En það sem gerðist, handritin voru náttúrulega send á staði út á landi til að leika, það glemdist að setja söngmellunar. Jú, það voru bara handritin. Svo það var bara hringt í mig allt sumari. Þá hringdi síminn við landsbyggðina. Já, Guðrún! Það þannig, við vissum að þú lékst þessa léttlindu konu í Þjóðarlík og Falla konur og okkur langaði, sko, það ekki textinn hennar og þú væri vís með að syngja þetta bara fyrir okkur í síma. Og þarna söng ég og söng þennan dónalega texta. Allt sumarið? Já, allt sumarið og það var í þá daga þegar kom alltaf inn á milli. Eitt viðtalsspil. Inn í söngin hjá mér. Og ég man alltaf, sko, að svo kom í söngnum eitthvað. Það var svo gott, ég hélt ég yrði ekki eldri. Í einu var ég skjálfandi og heit. Og hann kom, hvað segirðu þið? Og í einu var ég hvað? Já, skjálfandi og heit, já. Ég vil svona voru þessi heilt sumar. Og svo bara kemur þú með elsku hjartarsmelluna, einmitt þegar ég ætlaði að koma vel fyrir. Akkurat, þessari ímyndi bara rústa þér. Þetta eins og þegar frú Sibyl Þorndæk, frægasta leikkona Breta á sínum tíðum, hún var einhvern tíðan átt að halda ræðu hjá einhverju Rotary-klúbb og kynnirinn kynnt hana sem sko fulltrúa einhverju elstu atvinnugreinar hérna mannskepninu. Já, góðan daginn. Já, á næsti bæri við. Næsti bæri við. Herðu, en á næsta bæri við komin frábær jazzhljómsveit á sviði sem það spilaði undir á þér áðan Gísli. En þangað komin Kristjana Stefánsdóttir sem söngkona þessara sveitar og þau ætla að syngja fyrir okkur lag úr leikhúsinu, Það sem ekki má. Gjörðu þessu vel, krakkar. Ef þú vinur vilt mér einni hjá, einni fá að vera, það ýmislegt sem ekki má þá gera. Biðja mig og biðja mig að faðma þig. Það meðal annars það sem ekki má. Horfa inn í augu mín eins og ég sé stúlkan þín. Það meðal annars það sem ekki má. Vekja aftur hjá mér heita þrá með brosi þínu. Það meðal annars það sem ekki má. Láta hjartað alltaf örast slá í brjósti mínu. Það meðal annars það sem ekki má.
svar og segja já, segja að ég elski þig. Það meðal annars það sem ekki, það meðal annars það sem ekki, það meðal annars það sem ekki má. Ekki má, ekki má. Frábært, alveg hreint, alveg frábært. Og við ætlum að bæta gesti hér í hópinn, síðasta gesti kvöldsins. Þetta er einn besti flautuleikari okkar Íslendinga og raunar þótt miklu víðar væri leitað. Ég býð hjartanlega velkomna Áshildi Haraldsdóttur. Komdu, bless og sæl, velkomin í þáttinn. Gaman að hafa þig. Þetta fólk þekkirðu kannski? Já. Mikið listamann að gera hér í þættinum. Gjörðu svo vel, fá þér sæti. Já, þakka þér fyrir. Þú ert með flautuna góðu. Já. Gullflautuna. Ég skil hann ekki við mig. Nei, einmitt. Og þetta er gullflauta raunverulega, það ekki? Já, sjálfsögð. Já. Og úr gulli? Þetta sé silfur eða kopar. Nei. En bara hérna, af því að, má ég koma með það? Já. Já. Þetta er, skoðan. Já, hún er þung. Já. Og þetta er sem sagt, já, ég meina það er einhver logið með, þetta er gullflauta. Hvað kostar svona, eitt svona stykki? Það er slatti. Hvað er það? Ég meina, er þetta... Það er svona eins og ódýr jeppi kannski. Er í alvöru? Hleypur á einhverjum milljónum? Já. Má ég prófa að flauta? Kostar það eitthvað? Já, nei. Ég er með eitt verk hérna eftir sjálfa mig, frumsam eftir sjálfa mig. Æs, niður. Svona, já. Þetta er mjög auðvelt. Án titils heitir þetta verk. Þetta var mjög efnilegur. Mjög efnilegur. Herðu, spurning mín er einmitt þessi. Af því að þú ert náttúrulega þverflautuleikari á heimsmælikvarða og fyrsta spurningin er sem sagt þú, hvernig verða með það? Ég meina, þetta er einn klassíska spurning til listamanna, að hversu miklu leyti er þetta það að þú varst duglegri að æfa þig heldur en allir hinni krakkarnir eða fékkst þú eitthvað af vöggugjöf sem aðrir fengu ekki eða ertu með betri varir sem passa á þetta eða hvar skilur milli feigs og ófeigs? Sko, hluti af þessu náttúrulega bara líkamlegt. Vera með varir, eitthvað eins og þetta hendar eða fiðluleikari hefði svolítið feitari putta og píanóleikari svolítið lengri fingur og söngvarar náttúrulega, það er alveg sér á parti. Já. Og svo held ég nú, fyrir utan það, ef það er í lagi, þá er það mikilvægast að finnast rosalega gaman að spila. Einmitt. Þá nennir fólk að æfa sig bara endalaust og finnst bara gaman að spila. Já. Og það kemur leið fram hjá krakka. Einmitt. Bara kannski að fyrsta eða öðru ári. Og hvenær byrjaði þú? Ég var á blokkflautu og fannst rosalega gaman. Var alltaf að spila. Ég man til dæmis, ég fór að spila, systir mín var að vera friðilu og mér fannst það flott að gera svona víbrató. Ég byrjaði að spila með svona víbrató á blokkflautuna. Sem að er ekki... Og það sagði kennarinn, akkur spilar svona eins og gömul kona á blokkflautuna? Þannig að ég strax, mér fannst þetta var spennandi. Þetta ástarsamband þitt við flautuna sem að, ég meina, þú heldur á henni hérna, þú skilur hana valla við því. Hérna, ertu að flauta? Segir maður ertu að flauta? Ef þú tala um vinkonina, hvað ertu að gera? Ég var að flauta aðeins með symfóníunni, segir það? Já, en spila líklega bara, spila fyrir flaut, nei. Ertu alltaf að flauta? Nei. Björgvin Halldór segir þetta, ég var í tjóppinu. Já. Þegar hann hefur búin að vera að syngja? Já, ég er að fara í djópi. Ég hitt einu sinni hérna Guðmund Jónsson, söngvara, og hann var að fara að syngja við Jarðarför. Og ég sagði, já, syngur við Jarðarför. Let's not talk about business. Let's not talk about business, já. Hörðu, en hérna, en þú ert vantarlega að flauta meirum en allan daginn, það ekki, að æfa þig og kenna og svona. Hvað er lengsti tími sem þú hefur verið án flautunar? Ertu einhvern tímann í mánuð án þess að flauta? Það hefði ekki verið svona 3 vikur. Mest bara síðan varst 15 ára? Eða síðan varst 9 ára? Já, ég hugsa það. Já, vallir mikið meira. Nei. Mér finnst þetta óhugnulegt. Fyrst þá var ég alveg, vissi ekki hvernig þetta vera í fríum og fann, já, hvað er næsta dagskrá? Eða ég var kannski í útlöndum í frí, eða fara á þetta safn, ég má svo gera þetta. Hvað ég má svo gera þegar við erum búin að fara á safn og gera þetta? Svo bendi mér einhver á, ég geti kannski fengið mér smá hvítvín eftirmiddag, en þá myndi ég aðeins svona. En hérna, auðvitað er þessi krakkar sem eru í tónlist, þeir eru oft vanir að hafa svona eitthvað prógram í daginn. Einmitt.
ég að verða betri og betri í því að vera með ekkert prógram. Já. Þetta alltaf að koma. Þú, Kristinn Árnason, gítarleikari, búinn að koma sér fyrir, bíður eftir þér. Þú kemur hingað aftur, þú ert búinn að flauta. Takk. En hvað ætlarðu að spila fyrir okkur? Ég ætla að spila franskt verk sem heitir Entr'acte, sem að þýðir svona milli kafla, þannig að passar vel hér. Og það svolítið flamenco stíl í því og það eftir Jacques Ibert. Bara takk fyrir það og gjörðu svo vel. Við bíðum bara spennt eftir þessu flamenco verki, setjum okkur í stellingar. Það var frábært, það var alveg frábært. Takk fyrir þetta. Það er engin spjalláttur í heiminum með flott tónlistarættir eins og hér. Hér er bara heimsþekktir flautuleikarar að flauta bara okkur til ánægju yndisauka. Takk fyrir þetta. Og leika og já. Þið voru búin að fá ykkar skjallbakka. Heyrði, við þurfum bara að ljúka þessu. Tíminn hefur flogið allt of fljótt. Fyrir utan glugga komið nótt. Takk fyrir komin Áshildur og takk fyrir að spila fyrir okkur. Takk. Guðrún, það er frumsýningi þegar 17. maí. 17. maí. Við mætum upp í Mosfellskirkju. Ég ætla að vona það í Mosfellskirkju. Já, já. Og þar verður Gísli Rúnar í aðalhlutverki. Já, býtu. Ef það er Einar Ben, ég verð að fá að ljóða þessu þanga í svona tarmíndur viðbót. Alltaf, við ræðum með þetta þegar við komum. Þú kemur bara inn í spaukstofan og svona. En þú ert með allir á sviðið, það ekki? Allir á sviðið Þjóðleikhúsinu, alveg á fullu. Og gengur verið fullu húsi og verið tekið upp í haust eða eitthvað? Gengur fram á vor og verið tekið upp í haust, vænt ég. Tróðfullt á alla sýningar sko og vera það frumsýningu. Frábært. Það er mikið gott að hafa fólk sem gengur svona vel. Ég veit ekki alveg hvernig þetta væri ef þið væri hérna með ykkur sem gengir rosalega illa. Það væri ferlegt. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel í ykkar verkefnum.
Takk fyrir. Sömuleiðis. Takk ykkur fyrir í kvöld, það var gaman að hafa ykkur með okkur og við verðum hér aftur á viku liðinni. Verið sæl. Skemmtilegt kvöld fyrir höndum, 3 tónlistaratriði, sungin á þýsku, frönsku og ensku að minnstakosti og 3 gestir. Sá fyrsti stórskemmtilegu maður sem ég sótti hingað út í Borgarleikhús þar sem hann leikhússtjóri. Frábær leikstjóri sjálfur og leikari og mikill prakkari, Guðjón Petersen. Blessaður og Guðjón, gaman að fá þig þátt. Fá sætti. Takk fyrir mig. Hvað segir gott? Alveg bara ljómandi. Er það ekki? Jú. Já, venjulega þegar ég fæ fólki viðtöl þá hitti ég menn á undan og svona til þess að undirbúa eitthvað spjallið og reyna einhvern veginn að vinna svolítið í þessu ásamt gestinum. En það var einhver tauti við komið með þig. Þú heimtaðir annarkvæmt í þetta viðtal óundirbúið eða þú myndir ekki koma. Það er örugglega leikarinn í mér. Ef það á eitthvað undirbúið þá einhvern veginn átti ég að gera þetta, átti ég að gera þetta. Það er langt best að bara vita ekki, bara látum flakka. Og ertu þannig típa svona venlega? Ertu reynir þú bara einhvern veginn svona að meta aðstæða hverju sinni og bregðast við þeim? Já, kannski í eðli mínu, sko. Ég er svo undarlega samsettur, sko. Ég held ég sé svona að hluta til einhver bóndi sem vil helst ekki fara úr sokkunum og skipta föt og vera skítur bara út í náttúrunni. Og svo er líka til í mér svona eitthvað svona að vera í léttum jakka og svona eitthvað. Þannig ég held ég sé svo undarlega samsettur en sem leikhússtjóri þá get ég ekki verið svona bara hipp sem happ, sko. Nei, auðvitað ekki. Það eru 100 manns fyrir aftan mig sem er að bíða hvað á að gera, hvernig á að gera. Já, einmitt. En það er einmitt það sem að flestir segja þig sem að maður heyrir í. Þeir kalla þig nánast allir, hann er bara, hvernig á lýsa hann? Hann er bara listamaður, segir mér þetta. Þú sett erkitýpa af listamanni. Já, ég klæði mig svona. Ég veit það ekki, ertu það bara einhvern veginn í. Ég meina, ok, ég skal ekki láta þig svara því, en bara hvernig ertu? Hvernig myndir þú lýsa sjálf með þér? Hvaða lífsviðhorf hefurðu? Ég held ég sé bara mjög gamaldags og íhaldsamur í eðli mínu. Já. Ég er alinn upp af ömmu minni í raun og veru og ég var svo heppinn að ég eignaðist áttu foreldrar sem voru, hvað ég segja, þau voru börn þegar áttu mig, þannig að ég var bara inn til ömmu og þar ólst ég upp. Já, svo heppinn segir þú? Já, af því að ég kynntist heimi sem er ekki til í dag. Afi var einn af síðustu mönnum sem gekk með kúluhatt til dæmis, sko, og það var, sko, ég kynntist þar heimi, sko, hef alltaf verið í miðbænum og ég er svo, ég held að það hafi sett þau mörk á mig að ég er í rauninni mjög svona íhaldsamur, þó að það sé kannski eitthvað sem er til í mig sem er líka svona eitthvað anarkismi, sko. Já, einmitt. Þú einmitt Annars er alltaf, það er vonlaust að ætla að lýsa sjálf. Já, þú veit að það er voða erfitt, já, en út af það gengur þetta pínlítið hérna. Þú bjóst í kommunum, þú varst svona, síðhippi, varstu svona í hippa stemningunni svolítið. Ég náði í Hallann, já. Og það var nú alveg bara fyrir slistni, sko, að því að ég man ekki, ég var í einhverju afmælisveislunni á Hótel Borg þegar að fyrrverandi borgarstjóri kemur til mín og spyr hvort ég veit ekki fólk sem vil búa í Skólastræti 5B. Og það var það ekki Davíð Oddsson heldur Ingeborg Sólrún eða eitthvað? Já. Og hún segir að það sé að losna húsnæði og ég hjóla beint vestur í bæ þar sem ég og vinnur minn leigðum saman íbúð og sagði, við erum að flytja. Og síðan hjólaði ég á Hótel Vík þar sem annar vinnur minn, Sigfús Már Pétursson, bjó og sagði, ertu ekki til? Og þannig bara söfnuðum við fólki í sama kvöld og við vorum flutt bara innan mánaðar og bjöggum þar í 5 ár og í kommunu, en með mjög stranga fyrirmynd, sko. Það var eitt sem var alltaf matur og alltaf þurfti að þrífa og svo var list upp á vegg og þar fekk maður annarkvort stjörnu eða hauskúpu eftir hvernig gekk. Og ég fekk oft hauskúpu. Mjög oft. Já. En
svo blandast inn í þetta íhaldsseimin og gamli hippin komin á jeppa núna. Já. Það nýjasta í hippa-geiranum? Það nú bara sorgarsaga að segja frá jeppa vegna þess að hann nú bara vindlaus niður í bílakenslu, sko. Þannig ég er nú ekki meiri jeppa eigandi en það. Herðu, vindum okkur aðeins í ferilinn. Það flestir þekkja þig sem leikstjóra og núna sem leikhússtjóra. En þú ert náttúrulega upphaflega leikari. Hvernig, ætlar alltaf að vera leikari? Hvernig kom það til? Hvar byrjaði að leika? Nei, að vísu var ég, að því ég var svo mikið í sveit sem strákur, þá vorum við alltaf að gera eitthvað, sko. Við vorum að halda skemmtukvöld og við vorum svo skrýtnir, við vorum ekki að fikta að reykja, heldur vorum að fikta við að taka í nefið og það var ekki að blása reykinn, heldur var að þrífa á sig nefið og maður fór inn að borða. En við vorum alltaf að búa til eitthvað svona skemmtiatriði sem við vorum með, en ég held í rauninni að ég hafi slísast inn í leiklistarskólann, sko. Ég ætlaði í rauninni, ég er kannski einn af þeim sem er ekki búinn að ákveða enn þann dag í dag hvað ég ætla að verða þegar ég verð stór, sko. Og það er þannig að ég slísaðist í rauninni inn í leiklistarskólann en lendi þar með svo frábæru fólki að ég kláraði hann og ég var að vísa í menntaskóla á undan og ég og menntaskólinn við áttum enga samlið, ekki nokkra, ég labbaði út eftir Hvernig lýsti það sér? Það var bara, við áttum bara ekki samlið. Ég og MR, það var ekki rétt kemía, enga megin, sko. En við vorum mjög stór strákahópur, vinahópur sem við gengum allir út eftir 3 ár. Já. Og þá voru mikla símhringingar milli maðuranna, sko. Það var allt vitlaust, sko. En einhvern veginn þá var leiklistarskólinn eitthvað sem höfðaði til mín og líka þá var þó að þáverandi skólastjóri Pétur Einarsson prakkari og stráklingur, þá hefur þér einhvern veginn tekist að gera eitthvað sem hefur vakið aðdáun kollega þinna. Hvað heldur þú sjálfur að það sé? Akkur heldur, menna þú fórst í Frú Emilíu sem að þótti eitthvað merkilegasta leikhúsið bara á síðustu áratugum. Hvað heldur þú sjálfur að hafi gerið þig sérstakann í þessum heimi? Fyrirgeðu þessi skulle spyrja það. Ég veit ekki, sko. Ég veit ekki. Ég held að kannski að ég hafi fengið eina gjöf frá þeim sem stjórnar þessu öllu og ég hef vissa þolinmæði og ég held að það skorti oft smá þolinmæði í leikhúsin að gefa sér tíma til að hlusta og að því í þögninni það er nú mikið kvart á undan ég tali nú ekkert mikið, ég þegi stundum. Já, ég hef heyrt það. Og þegi þannig til að allir verið brjálaði. En í þögninni þá heyrast ýmis hljóð, sko. En ég hef verið heppinn. Ég hef verið heppinn með bæði samstarfsfólk og ég hef verið heppinn hvernig í rauninni menn trúðu á mig ef við tala um þessu stóru leikhús. Það var ekkert, sko, þegar ég fekk mitt fyrsta stóra tækifæri í Þjóðleikhúsinu þá var það leikrit sem ég viðurkenni í dag. Ég skildi ekkert í, sko, og ég dáist að Gísla Alfreðssyni að leyfa mér að koma inn með þetta stór og smár. Og það varð allt vitlaust af því að það átti að stytta og ég neitaði að stytta og við þurftum að fresta frumsýningu og það hafði aldrei verið fresta frumsýningu í Þjóðleikhúsinu. Og þú mjög svalur en skildir ekkert í þessu? Alveg reynd, sko, og alltaf talandi bara aðalpersónuna þess að Lottu sem kom eins og engill að himnum, sko. En ég dáist alveg að Gísla að hafa treyst mig fyrir þessu. Ég myndist á Frú Emilíu, annað sem þú varst líka þáttakandi í og kannski margir sáu þig fyrst þar, það var þegar þú varst með Svart og sykurlaust. Við skulum sjá brot úr kvikmynd sem að þið gerðuð og þú gerðir og fáum síðan hér útskýring á því. Sjáum brot úr Svart og sykurlaust kvikmynd. Hvert ætlum við að fara, Guðjón? Til Ítalíu. Til Ítalíu. Ég vissi þér myndi líka hugmyndin. In the sky.
Hvað finnst það? Nei, ég þarf að hugsa málið aðeins. Jó, það nógu tími til þess. Þetta æðislegur staður, þetta ekta baðströnd, alveg sjór og sólin að koma upp. Já, komdu að synda. Nei. Þurfum að halda áfram söður. We would never get out of this. Já. Eitt áður útskýra þetta. Ok. Af því hún kallar þig Gíó. Já. Þú alltaf verið að kalla þig Gíó. Já. G-I-O. Já. Sumir skrifa G-Y-G-G-J-O. Ég hef fengið allar útgáfur af því, en ég, veistu að, ef ég segja alveg satt, þá ég hef ekki hugmynd af hverju. En ég held að mér minnir amma hafi einhvern tímann sagt að ég byrjaði á þessu sjálfur af því ég gat ekki sagt Guðjón. Og alltaf verið að kalla þig Gíó. Alltaf. Já. En ég á ekki ilmvatnsfyrirtæki. Nei. Því miður. En segðu okkur frá þessari mynd, Svarta Sigurlaust. Þetta var nú ævintýri sem byrjaði svona í rauninni, fyrsta lagi Svarta Sigurlaust byrjaði óvart. Það var átt að rífa Hafnarbíó og við vorum nokkur sem vorum ekkert alveg sammála því vegna þess að Hafnarbíó þjónaði þá mjög skemmtilegum tilgangi fyrir litlu atvinnuhópana að vinna í, sko. Já. Svo fór boltinn að rúlla, við vorum heppin og þá var atvinnuleysi í Reykjavík þannig að við fengum fullt af fólki sem sætti sig við fá engin laun, heldur höfum bara alltaf kvöldmat og það var fínt, þannig fólk og þannig að við gátum gert stóra sýningar og vöktum athygli og svo var það eitt haust að vinur minn Þorgeir Gunnarsson, hann segir ég að fá vinn frá Þýskalandi, ég hef enga tíma fyrir hann nennir ekki að gera eitthvað og við segjum jú, tókum maður bara í mat og hann kom með flösku af víni þannig að menn urðu hreifir og við skemmtum okkur ágætlega saman þarna og við áttum að fara daginn eftir til Ísafjarðar að skemmta þar og vera með svona einhvers konar skrúðgöngu og það sem við vorum nú þekkt fyrir. Hann kom með og eftir að hafa séð það þess að hann heyrði, gerum bíómynd. Og við sagðum, auðvitað gerum við bíómynd, ekkert má, bara hringdi í okkur og við erum með bíl og allt sko, við gerum bíómynd. Svo bara hringir hann bara seinni veturinn, ég kom með handrit, við eigum þetta peningum, eru þið til? Og við trúðum ekki, ég meina að þetta var djók, eða ekki? Nei, eru þið til? Við hófum saman fólk, gerðum upp bílinn, þennan flotta Volvo og máluðum hann allan sem hann var að vísu alveg brjálar af því að hann var málaður í svörtu og gulu og þetta var svört-hvít mynd. Þannig að hann sagði að bílinn kemur aldrei til með að sjást. En við vorum búin að sparsla og mála hann svo flott, þannig að hann vildi nú ekki að við breytum því og þannig hófst þetta ævintýri að við vorum í 2 mánuði að gera kvikmynd þennan mann sem fær einhverja vision frá gamalli konu á Sikiley sem var einhvern tímann eða hafði einhver tengsl við Ísland og vildi fá að sjá íslenskt leikhús. Og þið keyrðuð niður til Sikileyjar? Og við keyrðum niður til Sikileyjar. Þetta almennilegt. Já. Og gamli Svarta Sigurlaust maðurinn sem vann fyrir ekki neitt orðinn borgarleikhússtjóri. Já. Ertu hissa á því sjálfur? Já. 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 Já, ég er bara mjög þakkláttur að því að fyrir að mér langaði að gera þetta, mér finnst gaman að gera þetta. Þó það sé alltaf leikstjóri inn í mér, þá hef ég mjög gaman að sjá hugmyndir annar að verða að veruleika og ég elska að sjá vel mannað skip ítt úr höfn og koma farsælega í höfn hinum einn, sko. Mér finnst það mjög gaman. Það er hlutverk leikhússtjórans? Já, mjög stórt. Inn í þér bærist ennþá leikstjórinn og líka leikarinn. Já, leikarinn. Ég vil endilega, ég man eftir, þú söngst í verkinu Kabarett fyrir mörgum árum síðan. Nei, það var ekki ég. Jú, það varst þú. Það söngst á hlutverk skemmtanastjórans. En talaði það allt landið og miðinn. Nei, ég var nú bara heimfrægur á Akureyri og leiðum mér eiga það. En ég ætla að fá þetta að syngja þetta aftur hérna núna. Ég er búinn að pikka hérna upp textan. Ég veit þú getur þetta og ég ætla bara að særa þig upp á svið. Ertu ekki fálegur til þess? Með þeim formerkjum að þetta er 25 árum seinna, skurðu. Fyrr og eftir. Fyrr og eftir. Hörðu, syngdu þetta gott og svo aftur.
a stranger. Click, click, Susie, so sweet enchanté. Happy to see you, blijven resten, stay. Velkommen, bienvenue, welkom im cabaret, au cabaret, au cabaret. Meine Damen, Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Kommen Sie bara. Do you feel good? Skiljið áhyggjurnar eftir utandyra. Lífið svona hrikalega leiðilegt? Gleymið því hér inni eru engin vandamál. Hér lífið dásamlegt. Stelpurnar eru dásamlegar, jafnvel hljómsveitin virðist vera dásamleg. Og úti svo mikill vetur en hér inni svo heitt. Á hverju kvöldu þurfum við jafnvel að slást við stelpurnar svo það fari ekki úr öllum fötunum. Haha, en fari ekki langt, hver veit, kannski í kvöld töpum við bara orustinni. Oh, then we'll again. Come on, boys. Velkommen, bienvenue, velkom in cabaret, au cabaret, au cabaret. Cabaret, au cabaret, au cabaret. Það var glæsilegt, Guðjón Pettersen. Glæsilegt, Guðjón Pettersen. Stóru glæsilegt. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Engu gleymt. Þú er engu gleymt, segir hann. Kannski helst textanum? Já. Það er sjóninu. Hörðu, við ætlum að fá næsta gest. Hæfileikarík leikkona sem flestir þekkja en hún á sér líf fyrir utan leiklistina. Hún hefur sýslað ýmislegt sem að ekki allir vita jafn vel og leikhæfileika hennar. Bjóðum velkomna Jóhönnu Vigdísi Arnardóttur. Sæl og blessuð. Stórglæsilega vanda. Gaman að sjá þig. Þú færið meitt rask, Gíó, og hún kemur hérna. Hér sko Gíó og ég kynni þessi Jóhönnu Vigdísi Arnardóttur en þú þetta aldrei kvöldað hana en Hansa. Nei, einmitt. Fáum útskýringu á því nafni líka, þannig við séum öll á svona, það sem heitir á útlensku first name basis. Já, það sem sagt skýringu því ég var alltaf kölluð Hanna Dísa. Náttúrulega Jóhanna Vigdís, mjög lógist. En systir mín sem er 2 árum eldri, Guðrún, hún var alltaf að skamma mig og byrja alltaf Hansa, Hansa. Hvað er eiginlega mamma að segja? Hansa. Og það breyttist bara í Hansa. Þetta er betri saga heldur en þér. Það var engin saga hjá þér. En hún á ekki innvalsfyrirtæki. Reyndar ekki. En ég meina ég og Hans, þú veist, Hansa-kaupmenn, þú veist, Lufthansa. Ok, ég lúta. Hansa-gardínur. Herðu, hérna, ég sagði að þú værir auðvitað þekktust sem leikkona í dag. En hérna, og margir vita auðvitað að þú ert frábær söngkona líka, en ekki allir vita að þú ert þrælmenntuð á þeim vettvangi líka og ekki bara sem söngkona, þetta líka píanóleikari. Hverju er maður píanóleikari, söngvari og leikari? Það er að því maður getur ekki ákveðið hvað maður ætlar að verða í lífinu. Nei, ég byrjaði sem sagt bara 8 ára gömul að læra á píanó og hjá Gísla Magnúsinni og ætlaði alltaf að verða píanóleikari. Það var það eina sem kom til greina. En svo þurfti maður að sitja ansi lengi við æfingar til að verða frábær og ég taldi náttúrulega ekki að verða ekki frábær. Einmitt. Þannig að ég sleppti því. En það ófáanleg, ég hef oft reynt að fá hana til að spila í verkum á píanó. Já, ófáanleg. En byrju þegar þú segir sleppti því, menn þú tókst burtarapróf? Ég tók burtarapróf, ég tók burtarapróf hérna, 19 ára. Það er nú ekki það sem allir kalla að sleppa því að vera í píanóleik. Nei, ég klára alltaf, þú veist, allt þetta sem ég er að sýsla, ég kláraði alltaf. Og það er sama með söng, er það ekki? Jú. Það tókst burtarapróf þar líka? Jú. Fórst í það þá eftir að varst búin með píanóið eða? Já, ég kláraði þarna píanóið 19 ára og stúdentinn náttúrulega. Og þá vissi ég ekkert hvað mér langaði að verða, þannig að ég fór í frönsku í háskólanum. Það var ekki alveg að fullnægja mér, en ég kláraði það samt. Kláraði það samt og ert ég í frönsku? Já, en þá byrjaði ég að læra að syngja. Já. Og það tók náttúrulega ekki hrikalega langan tíma því maður var búið með öll þessi aukafögu og alla tónfræði, ljónfræði, tónheyrn og svona. En þegar þú varst komið með þessar 3 gráður, burtfaraprófi í píanóleik og söng og BA í frönsku, engu nær það hvað þú vildi verða? Nei, ekki neinu. Nei, og líka ég breyti svo fljótt sko, það kemur alltaf nýr sannleikur á hverjum degi, sko. Þá er eitthvað eitt málið. Og þá fórstu í leiklistaskólan eða hvað? Já, fór í leiklistaskólan þegar ég var reyndar að reyna að sækja hjá söngkonu út á Ítalíu. Gekk aldrei neitt svar og var bara pirruð, var að kenna á píanó á þessum tíma og bara langaði að gera eitthvað gaman. Og sótti bara að rælni, sko. Og
Og komst inn? Já, ég var alltaf sannfærð að komast ekki áfram. Þetta er svona í svona hollum, alltaf sannfærð. Þorði aldrei að hringja sjálf, lét alltaf Buddur systur gera það. En hérna, þú fórst í háskólann, það er náttúrulega kannski, maður hefði haldið jafnvel að það væri það sem að hefði legið beinast við. Þú átt náttúrulega foreldrar sem bæði eru lögfræðingar og hæstaréttarlögmaður og hæstaréttardómari. Systir þín, sem þú kallar Buddu, hún er líka lögmaður. Varstu aldrei að hugsa að fara þessa sömu leið? Nei, sko, ég spurði einhvern tímann í einum af þessum köstum þar sem ég vissi ekkert hvað mér langaði að verða. Þá spurði ég mömmu svona, ætti ég ekki bara að fara í lögfræði? Sem er Guðrún Erlendsdóttir. Sem er Guðrún Erlendsdóttir, já. Sitja heima, já. Og hún sem sagt leitaði á mig og hristi hausinn og sagði, nei, Hansa mín, nei. Þannig að þú reyndir það aldrei eins og? Ég reyndi það ekki, sko. En sem sagt okkur var alltaf innprentað að það væri mikilvægt að sko, geta séð fyrir sér og mennta sig og þannig að ég fór í frönskuna í háskólanum af því að ég bara vissi ekkert hvað mér langaði að verða. Nei, en varst í fullur alvöru að hugsa að fara að vinna eitthvað með franska tungu eða? Nei, fljótlega svona komst ég að því, en ég fljótlega komst ég að því að mér langaði ekki að vera frönsku kennari eða eitthvað svo leiðis. Já. En þetta er mjög skemmtileg deild, þetta er bara franska bókmyndir út í gegn, sko. Já, já. En mitt, það er ágætt, já, já. En hérna, þú fórst til leiklistarskólan, varstu búin að leika eitthvað áður? Þú varst í Hárinu, er það ekki? Já, það var svona svolítið kveikjan að því að ég fékk áhugann á þessu. Já, já. Ég fór þar, sko, eftir ég hefði útskrifast með sönginn, fyrstvarapróf þar, og tók þátt í Hárinu og mér fannst það æðislegt. Ég fannst það svo gaman. Ákveðt að sækjum. Já. En þú varst búin að leika einu svona áður þegar við fundum það heitir Safna sjónvarpsins og við sjá brot af Jóhönnu Vigdísi Arnardóttur þegar hann var hvað, 12-14 ára eitthvað svo leiðis. Lítum á það. Hvað eru þið að gera hér? Ekkert. Hvað er þetta? Þú með þetta? Hvað sagði Buddur? Við komum hérna fram? Það þurfa skólastunum að segja það að frétta af þessu. Segja hún að það er nokkuð? Já, það fyrir nú eftir ýmsu. Hvernig þið hægið ykkur og hvernig verður með félagsmálum, hver verður formaður og ýmsu. Heyrðu, samdu þú ekki í lagi hérna, ég er á leiðinni? Já, en það kemur þessum mál ekki við. Nei, bara mér varst það svo flott. Hafið þið eitthvað hugsað það, hvernig ætla að kjósa sem formann? Já, ég var eiginlega búin að lofa Ólöfu að stinga upp á henni. Já, en þú? Nei, ég hef einhvern sérstaklega í það. Nei, en hvað með hann vinnin þannig? Reyni? Reyni, já. Já, ég hugsa hann væri fínn í þetta. Já. Já, ég var eiginlega búin að lofa Ólöfu að stinga upp á henni. Já, já. Þú stingur þá upp á Reyni og þú gleymir Ólöfu og þá skal ég gleyma þessu litla atviki hérna inni. Þetta er stórkostlegur leikur, ég minna það er ótrúlega að eitthvað hvarla að þér annað en fyrir leikuna eftir þetta. Hvaða mynd er þetta? Þetta er mynd sem að Hrafn Gunnlaugsson gerði, þetta er sjónvarpsmynd. Já. Og Laddi lék aðalhlutverkið. Það var Laddi nýkominn úr leiklistanámi. Já, já, og var í dramatísku hlutverki. Þetta var dramatískt hlutverk. En ég man samt að þegar þetta atriði var tekið, að þá var ég í hláturskast allan tíma. Það þurfti að taka það mörg sem. Af því Laddi væri svo fyndinn. Af því að hann alltaf bara, maður fer að hlæja þegar maður sér Ladda. Heyrðu, það er gaman að þessu. Ég held að sé einhver alþjóðleg sjónvarpslög það að þegar maður er með sko leikonu og söngkonu sem tala frönsku, þá verður maður að láta hann að syngja Edith Piaf. Ég held að við fáum bara einhverja sektir ef við gerum það ekki. Ertu ekki fáanleið til þess? Jú, ég er alveg fáanleið til þess. Og hvað fáum við að heyra? La Vie en Rose. Gjörðu svo vel, Hansa. Hlakka til að fá það aftur hingað inn. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la
Frábært. Frábært. Hönsu, takk fyrir þetta. Alveg frábært. Heyrðu, við ætlum að bæta inn í hópinn. Þeir eru góðu gestir og ekki vestnara við næsta kompani. Komið að þriðja og síðasta gestinum, stjórnmálamaður. Því fram að kosningum ætlum við hér á laugardagskvöldi að bjóða hingað 5 stjórnmálamönnum sem ekki hafa komið í þáttinn áður til að segja okkur aðeins svona hvernig baráttan gangi og gefa þeim tækifæri til að hitta skemmtilegt fólk og svona aðeins að slappa af og sína kannski spari hliðina. Og röðin er valin af handahófi en sá sem er íður á vaðið er fjármálaráðherrann okkar, Geir H. Haarde. Gjörðu Geir. Blessaður og sæll. Takk fyrir að koma og gaman að fá þig. Sæl. Þú er vel hitt þetta fólk áður eða séð allavega svona eitthvað staðar? Já, allavega séð það. Já. Herðu, hvernig er þetta? Ertu komin í kosningagírinn? Já, ég er komin í gírinn. Já. Alltaf fara á fullt. Já. Þið hófuð þetta með látum í síðustu helgi á miklum landsfundi og þar með hófst þetta formlega hjá ykkur eða hvað? Já, við byrjuðum með sem sagt fundurum var á síðustu helgi og það gekk mjög vel og við fáum held ég fínan vind í segli núna. Já, það er aldrei að vita. Kosningabarátta er svolítið sérstakt viðfangsefni, þú ert náttúrulega fjármálaráðherra svona dagstaglega, en þurfið ekki dálítið að breyta svona eðlið þegar farið í kosningabaráttu? Er þetta ekki allt dálítið sérstakt meðan á þessu hafaríi stendur? Jú, maður hefur þetta minni tíma til að sinna svona daglegu verkum í ráðuneytinu, en það gengur auðvitað allt ágætlega bara með starfsfólkinu. En ef það er eitthvað pólitískt sem þarf að ákveða, þá náttúrulega verður maður að sinna því og svona afgreiðslur af vissu tagi verður maður að gefa sér tími í. En það sem er auðvitað skemmtilegasta í svona ráðuneytisvinnu er stefnumótunin. Og hún svona flyst til í kosningabaráttunni og er meira á vettvangi flokksins þá. Já, einmitt. Þú ert náttúrulega búin að vera lengi, þótt ungur sért, lengi í pólitík. Ertu hvenær tókstu fyrst á því kosningabaráttu, manstu það? Já, til Alþingis var það 1983. 83? Já, ég var kosin varamaður þá en náði svo kjöri í 87. Verið síðan. Já. Ég veit þú trúir þessu. Nei, þú ert svo unglegur sko. En hvað og hefur alltaf verið gaman að þessu? Er þetta ekki líjandi, er þetta ekki þreytandi þessi barátta? Jú, að vissan hátt er hún það sko, en þetta er ekki fyrir menn að standa í sem ekki hafa gaman að því. Nei, einmitt. Ég fæ mjög mikið út úr þessu. Ég finnst þetta skemmtilegt, þetta er að vísu slítandi tími á köflum. Og hvað er svona skemmtilegt? Já, það er nú kannski helst það að fá tækifæri til þess að hitta almenning í landinu, fara landið, fara á alla mögulega staði, kynna sér lífsbaráttuna, hvaða mál það eru sem að fólk er að velta fyrir sér, hvaða vandamál er uppi og reyna auðvitað að koma til skila þeim boðskap og þeirri stefnum sem við höfum fram að færa. Já. Einhver staðir eftirminnilegastir, sérstaklega gaman að koma einhvern eitt stað frekar en annan? Já. Ég myndir ekki segja hvaða stað verið leiðilegt að koma á. Nei, þetta er nú orðin langur tími, sko. Það hittist nú þannig áreindar í þingflokknum núna að það var einn maður sem búinn að vera lengur en ég og það er Halldór Blöndal. Þingforseti. Ég hef stundum farið með honum í svona kosningabaráttu í ferðir, reyndar fyrst þegar ég var ungur blaðamaður 1974. En við fórum fyrir síðustu kosningar á nokkra staði, þar á meðal í Grímsey, sem var mjög skemmtilegt og ég nú reyndar komið þar 2 síðan og alltaf jafn gaman að koma þarna. Þá kom eiginlega allt þorpið á fundin sem við heldum, nema þeir kannski sem voru bundnir yfir börnum eða eitthvað þess áttar. Mjög skemmtilegt, alveg fullt félagsheimilið af fólki og mikið spurt og allt mögulegt. En oddvitinn þarna stóð upp, Þorlákur, sem þá var oddviti, og sagði okkur hvað svona, þá vantaði þarna í æginni og það væri ekki annað en stórgrýti þarna smávegis í höfnina og hvort við getum ekki bara séð það. Þá væri þeir í góðum málum? Já, nú Halldór Blöndal var samgönguráðherra og tók mér þessu mjög ljúfmannlega og lofaði þarna þessum steinum. En Halldór hins vegar, það er náttúrulega mjög hagmæltur maður og ég gerði honum þann grikk að búa til fyrri part meðan á þessu stóð og fór með hann og allast þess að hann botnaði. Og fyrirparturinn var svona, Láki biður bara grjót, Blöndal lofar steinum. En svo kom ekki til Halldóri. Ritstífla. En svo aftur, nokkrum dögum setna kom frétt af þessu, eða frásögn af þessu í Mogganum og þessi fyrirpartur birtist þar. Þannig að hann sá sér óvætna og birti botnin nokkrum dögum setna sem þá var svona einhvern veginn. Fyrirparturinn sem sagt, Láki biður bara grjót, Blöndal lofar steinum, því hér er þörf á hafnarbót, hafsastöðva öldurót. Já, það er dýrt kveðið. Já, dýrt kveðið hjá ferðinum.
En hvernig það þegar þú ert að fara eins og svona fundi hérna í Grímsey, þannig stendur fyrir framann hópa fólki, þetta náttúrulega ekkert annað heldur en bara eins og leikarar gera, þú bara stendur upp á sviði og þú þarf bara að performera eins og það heitir á þeim, handritið fyrir fram skrifað, það bara einhver stefna sem þið eru með. Já, ég myndi nú ekki líka þessu við kannski leiksýningu, en þetta eru svona vissir hæfileikar sem að leikarar hafa sem að nýtast fólki vel í þessum bransa. Já. Að svona muna til dæmis vel það sem fólk er að segja, eða ætla sér að segja, ef að fólk er ekki með skrifaðar ræður, sem er auðvitað alltaf miklu skemmtilegra, og kunna skil á því sem maður vill koma á framfæri. Og ýmsir sem hafa verið í stjórnmálum hafa svona fengið tilsögn í framkomu og svona meðferð. Þó þannig væri. Ert þú pólitísk hans að þú ert frá þessum mikla pólitíska heimili? Karl faðir þinn, Örn Klausen, er nú sjaldan verið svona mikið lognmála í kringum hann? Já, nei, hann segir ekkert. Ég er ekkert brjálæðislega pólitísk, en ég er svo oft sammála síðasta ræðum hann. Ég breyti svo flott hringja hann á kjördag. Rétt fyrir. Hvað við þig, Gíó? Nei, ekki mun ég segja það. Ég hef aldrei verið í neinum flokki. Og ég held að eina sem ég hef opinberlega verið, ég hef gekk hérna Keflavíkurgöngunnar í gamla dag. Ég held ég skilti þið ennþá. Og það er ekki enn skilað árangur. Nei. En ég hef mjög gaman að ég fylgjast með pólitík og ég gerir mjög vel að vilja hvað getur hljótið vera gaman að hafa áhrif á svona stefnumótun og svona. En ég verð að segja, ég dáist að einu bæði með alþingismenn eða svona stjórnmálamenn og eins flugfreyjur, það er alveg sama alltaf tíma sólarhrings, það er allt er alveg pottþétt, Já, þú segir það. Við getum ekki verið svona í leikum. Þannig ertu alltaf alveg pottþéttur út eins og allt klárt. Nei, ég segi það nú ekki. Er þetta bara ímyndun hjá mig kannski? Það rifjast nú upp hérna þegar ég var nýkjörinn á þing og þá byggum við hérna upp í Árbæ, þá tókum við okkur nú viku frí, fórum í sumarbústað og ég reyndi ekki að raka mig í heila viku samsett. Síðan komum við í bæinn og Inga Jón alltaf að hafa svona fondue og ég var sendur út í apótek til að kaupa 2 spritglös sem fékk ekki afgreiðslu. Mér þótti það nú aðeins skýtt svona sem þingmaður kjördæmisins og hverfisins. Nýkjörinn þingmaður. Svona gengur þetta. Já, en hvernig það með þess svona kosningabaráttu, þetta hlýtur að vera svo líkamlega erfitt. Ert þú í góða formi? Ertu í líkamsrækt svona? Já, ég er í ágætu formi. Ég reyna að stunda líkamsrækt reglulega, kannski 3-5 sinnum í viku eftir hvernig stendur á hjá mér. 3-5 sinnum í viku? Já, það þýðir ekkert annað, annars ef maður vill hafa þetta í lagi. Já. Það er líka svo gott að hvíla hugan við það, Einmitt. Og maður verður bara að gera þetta og manni líður líka miklu betur. Já. Kemst í betra skap. Já. Ekki veitir afstundum. Það vita allir sem eitthvað vita að þú ert fínn söngmaður og það vita kannski eitthvað aðeins færri en þú ert mikill aðdáandi þessara söngkonu hér, Jóhönnu Vigdísar. Ætlar að segja þig frá því? Já, ég veit til þess og ég var aðeins búin að undirstinga Jóhönnu Vigdísi með það hvort hún var ekki til að syngja með þér lag sem ég veit að þú kannt. Það er lag sem heitir Something Stupid. Við erum nú að vona að þú gerir ekkert þess áttir í kosningabaráttunni en spurning hvort þú getur ekki gert það hér. Ertu ekki fánlötu þess að taka lítið lag með þessari góða söngnu? Jú, er það ekki bara náttúrulega? Ég held það bara. Ég er alltaf svo hrifinn af því þegar að svona alvöru listamenn, söngvarar, músikantar, nenna að gera svona smá grín með amatörn, eins og mér. Já, gjör þessu vel. Skellum okkur í þetta. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Frábært alveg. Bravo. Bravo. Bravissimo. Þetta var bara eins og þið aldrei gert annað. Þetta er það að segja, ef einn að fer í vor þá er hann alveg með. Já, þá getur þið byrjað á einhverju sýningu, farið hringir í kringum landið. Já. Þegar við þurfum bara að ljúka þessu. Ert þú ekki að fara hringir í kringum landið núna? Jú, það stendur til. Það er menningin að skipuleggja fundi fyrir mig og forsætisráðherra á vegum flokksins á hinn og þessa staði úr landi. Já. Það verður bara skemmtilegt. Já, við vonum það bara að gangi allt vel. Og þú ert að æfa glænýjan farsa, eða ekki, í Borgarleikhúsinu? Jú, Öfugmegin uppi heitir hann með Eggerti Þorleifs í aðalhlutverki. Öfugmegin uppi, já, einmitt. Það er mjög erfitt að æfa þetta því ég er náttúrulega líka í hláturskasti yfir Eggerti. Hann er mjög fyndinn í þessu. Hún er kannski meira uppborunum heldur að vinna á minni þættinum. Hvað segir þú? Þú ert náttúrulega nýbúin að frumsýna verk í þínu góða leikhúsi? Já, Puntil og Matta og við höldum áfram með það og svo bara höldum við áfram á þeirri siglingu sem við erum með. Við trúum að við séum með bestu orkustöð í landinu. Erum með allt frá súsínámskeiði upp í mestu dramatík og klassík sem til er. Geiri virkjar kannski bara Borgarleikhúsið? Þannig já, ef þið vantar eitthvað pening þá veistu. Það er virkilja það. Við skjóðum það bara. Já. Kæra þakki fyrir komin á, gangi ykkur öllu sem best í ykkar verkum. Takk fyrir okkur. Laugardagskvöldið er lokið í kvöld og við sjáumst aftur á vikuliðinni. Verið sæl.